Á að heimila Kínverjanum Huang Nubo að kaupa 300 ferkílómetra jörðina Grímsstaði á Fjöllum fyrir milljarð til að byggja þar lúxushótel og golfvöll. Umræðan þetta leiftrar víða samfélagið þessa dagana og sitt sýnist hverjum. Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra og Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hafa fagnað þessu og telja íslenskt lagaumhverfi nægilega gott til að það sé óþarfi að hafa einhverjar áhyggjur af þessum viðskiptum. Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra hefur hins vegar sagst vilja stíga varlega til jarðar. Það þurfi að skoða þetta gaumgæfilega áður en nokkuð verði samþykkt. Ögmundur ræðir málið hér rétt á eftir. Velkomin Ögmundur. Takk fyrir. Eins og kom fram í inngangnum hérna hjá Margréti áðan að þá var bæði forsætisráðherra og iðnaðarráðherra sagt að lagaumhverfið hér sé fullnægjandi, það þurfi ekkert að hafa neinar áhyggjur af þessu. Jón Ormur Halldórsson virtist nú tiltölulega jákvæður að þetta væri kannski einhvers konar stormur í vatnsklassi. Þú hefur lýst efasemdum að lagaumhverfið sé fullnægjandi. Hvers vegna það? Á hverju byggir það? Já, mér langar að lesa fyrir 3 setningar úr lögum. Þetta eru lög rannsóknir og nýtingu á auðlindum jörðu frá árinu 1998. Þar segir í 3. grein: eignarlandi fylgir eignarréttur að auðlindum í jörðu. Síðan skilgreining á auðlindum í jörðu í 1. grein. Með auðlindum í lögum þessum átt við hvers konar frumefni, efnasamband og orku sem vinna má úr jörðu, hvort heldur í föstu, fljótandi eða loftkenndu formi og án tillits til hitastigs. Hér erum við að tala vatn, við erum að tala öllar auðlindir í jörðu sem að fylgir eignarlandi. Nú síðan eru allskyns kvaðir í öðrum lögum nýtingu til dæmis á vatninu, en í þessum lögum vísað til þess að til eigin nota og til iðju og iðnaðar eins og heitir í lögunum, máttu nota á nokkurs leyfis vatn alltaf 70 lítrar á sekúndu. Það gera 4.200 lítrar á mínútu. Það gera 6.048.000 lítrar á sólarhring. Það semmilega átöfnarverksmiðja. Já, ég bara sýna fram á það að hér kveðið á það að eignarlandi fylgja allar auðlindir. Og ef að mönnum finnst þetta að vera traustur lagarammi, þá vil ég minna á það að við fórum í gegnum svipaða umræðu í aðdraganda hrunsins. Þá var okkur sagt fjármálakerfið að það byggir við mjög traustan lagaramma og í mjög traustu og öruggu umhverfi. Hvað kom síðan á daginn? Það var hreinlega ekki svo og ég að leggja til að við látum þetta verða tilefni til þess að taka alla auðlinda löggjöfuna til endurskoðunar. En stendur það ekki til með breytingu á stjórnarskráni líka? Já, og líka í stjórnarskrá, það rétt, það þarf að treysta þessi ákvæði þar. Og þegar við erum að tala land, þarna erum við að tala 300 ferkílómetra. Við erum ekki að tala lóðundir hótel. Það væri allt annar handleikur ef að kemur hér aðili og vildi. Já, við erum að tala mörg hundruð ferkílómetra. Þá vil ég spyrja líka, vegna þess að við erum að hugsa þetta með langan tíma í huga og í víðu samhengi. Ef þetta í lagi, væri í lagi að selja jafnvel meira? Væri í lagi að selja 1000 ferkílómetra, 2000, 5000? Væri í lagi að Kínverjar eða annarra manna, aðrir aðilar keyptu allt Ísland? En það kannski einmitt þess vegna sem að lögin eru fyrir hendi og það þarf að sækja undanþágu þeir sem að koma utan EES og nú svo umsókn komin á þitt borð. Hefur eitthvað getað litið á hana? Nei, ég var að fá hana núna síðdegis á eftir að skoða hana, en mér finnst þetta mjög mikilvæg umræða sem þú bendir á, það að segja tengja þetta auðlindalöggjöfinni og eignarhaldi á auðlindum. Við erum að upplifa það núna með kvótakerfið að það eru ýmsir sem halda því fram að það sé erfitt að breyta því vegna þess að þá fari Landsbankinn og bankar á hausinn. Hvers vegna? Það búið að veðsetja allan óveitan sjávarafla. Þetta umræði sem var tekin á undanförnum árum, en alltaf sögðu menn reyndu svona að ýta þessu frá sér. Nú eigum við ekki að gera það. Og þjóð sem í þrengingum eins og við óneitanlega verður að gera allt sem hún getur til þess að halda utanum sínar auðlindir og hugsa langt fram í tíma. En ef við höldum okkur einmitt við þetta mál, ef viðkomandi fjárfestir kemur og segir ég vil bara landi, ég afsala mér öllum auðlindum. Það nóg? Viltu að því gefnu að þú
veitir þessa undanþágu þá verður hún skilyrðum háð. Nú á ég eftir að taka afstöðu til málsins, ég áttur að skoða umsóknina. Ef að viðkomandi afsalar sér öllum eignarétti á auðlindum þá það málefnilegt innlegg í þessa umræðu, vissulega. En það er annað sem fylgir náttúrulega með. Náttúra líka nokkuð virði og menn hafa spurt hvort það skiptir máli hvers lenskur einstaklingurinn Já, ég vil skoða þetta. Við höfum verið að reyna að fá fjárfestingar frá Kína og annars staðar þó nokkuð lengi og loksins þegar það kemur þá vakni þessi gríðarlega tortryggni. Þetta í fyrsta lagi á hverju byggir það? Já, áður en kemur því þá til að benda á það að þessi og dottið mér það sem ég ætlaði að segja. Hvað segirðu? Ég greip fram fyrir þér, en þú ætlaðir að tala sem sagt tortryggni og hvort það skipti máli hvaðan hann kæmi. Já, ég tel að ég horfa á þetta óháð þjóðerni. Nú tel ég að Ísland, auðlindir Íslands, víðernin, eigi að vera almanneign. Og ég vil nota þessin tilefni, eins og ég sagði áðan, til þess að við skoðum löggjöfina hvað það snertir sérstaklega. En það búið að reyna að selja þessa jörð árum saman og aldrei komið en þetta finnst mér atriði sem þurfum að hafa í huga og það skiptir máli ef eignarhaldi síðan fer úr landi. Þannig það ekki alveg sama hvort það íslenskir aðilar eða erlendir. Hvers vegna skiptir það máli? Já, vegna þess að eignarréttinum fylgja önnur réttindi. Þar á meðal réttur til eignar og nýtingar á auðlindum og það skiptir máli ef við setjum það út úr landinu og það að fara mjög varlega í og ég að hvetja til þess að við skoðum þessi mál af mikilli yfirvegun og kyngjum ekki neinu ómeltu. Ég að vara við fljótræði í þessum efnum. Mér gert lögum samkvæmt að halda utan hagsmuni okkar samfélags og okkar lands og það ætla ég svo sannarlega að gera og ég ætla ekki að láta hræða mig frá því að taka afstöðu á grundvelli okkar þjóðarhagsmuna með því að halda því fram að slíkt tal byggi á hræðslu við útlendinga og andúða útlendingum. Þetta verður ekkert með slíkt að gera, ekki nokkuð skapaðan hlut með slíkt að gera og þetta eru einfallega tilraunir til að þagga niður eðlilega umræðu. Ég hef líka heyrt í fleygt að ég kunna verða vanhæfur fyrir að setja fram efasemdir í málinu. Getur það virkilega verið þannig að ef að ráðherra og ríkisstjórn reynir að halda utan okkar hagsmuni og vill efna til umræðum hana að það geri okkur vanhæf? En það sem ég segja það hlýtur eitt yfir alla að ganga sem eru í þessum flokki, það að segja utan EES. Skiptir máli hvaðan peningarnir koma, þar að segja hvort þetta sé hans persónulegi auður, hvort þetta eins og Jón Ormur benti á, þá eignarhald oft mjög svona í móðu og þoku, hversu mikið ríkið á kínverska ríkið, þar að segja, þá komur stafn okkur inn og býtu bara svo ég bæti við og ekki það hvaðan peningarnir koma og hvernig þá stjórnarfarið Við vitum öll að Kína einræðisríki í það sem grundvallarmannréttindi eru brotin. En Ísland styður hins vegar stefnuna eitt Kína, þannig að verður ekki þarna einhver mótsögn? Já, sko, þetta þarf alltaf að skoða. Skiptir það máli hver það skiptir það máli ef þetta var kínverska ríkið? Var okkur saman það að kínverska ríkið ætti Ísland að verulegu leyti eða eitthvert annað ríki? Skiptir máli hvað það sem vakir fyrir fjárfestunum, allt þetta skiptir máli. Og hvers vegna heldur þú að þessi frétt veki aðra eins athygli og raunin á? Þetta var ágætlega gert skil hér í formárunum áðan, þetta var mjög fróðlegt, en líka í fréttatímanum að þar var vísað í umfjöllun erlendis, í erlendum fjölmiðlum, stórblöðum og útvars- og sjónvarpsstöðum. Hvers vegna? Vegna þess að menn að setja þetta inn í stór pólitískt, heimspólitískt samhengi. Ég hef ekki gefið mér neitt fyrirfram í þeim efnum, en auðvitað hljótum við líka að skoða þetta með tilliti til þess sem að gerast í kringum okkur, að sjálfsögðu. En getur ekki verið að þessi maður með sína reynslu í ferðaþjónustu sjáu þarna einhverja möguleika
300 herbergja hótel og golfvöllur upp á fjöllum, Grímstöðum, eitthvað sem okkur myndi aldrei detta í hug. En hann þekkjandi sinn markað þá, ríka Kínverja sem vilja fara út úr landi. Sjáu þarna möguleika sem við sjáum ekki? Jú, en þá spyr maður nú sjálfan sig, sko, þarftu 300 ferkilometra undir eitt hótel og landið er náttúrulega þarna þannig að það á að vera okkar allra. Og ég legg aftur áherslu á það að ég er að tengja þessa umræðu öðrum réttindum sem að fylgja eignarhaldi á landi. Nýtingu auðlinda og þar fram eftir götunum. Við erum að sjá það núna að Reykjahlíð sem er aðliggjandi Grímsstöðum og Fjöllum, þar eru eigendur að gera athugasemdir við friðun Gjástykkis. Og þeir segja að það sé þó bót í máli að ef það verður friðað þá beri þeim mikla skaðabætur. Hvað er hérna verið að opinbera okkur? Það verið að opinbera okkur hvað eignarhald á landi skiptir miklu máli. Ég er reyndar ekki sammála landeigendum Reykjahlíðar, en það er önnur saga. Ég er bara að vekja athygli á því að við erum ekkert að tala bara landsbildu sem eigi að semja. Þetta er miklu stærra og meira mál og við erum að hugsa það í slíku samhengi. En þetta er samt ekkert nýtt. Það hefur, síðan við gengum inn í ES, þá hafa íbúar þar og fyrirtæki geta keypt hér land. Ef til dæmis þessi fjárfestir, hann kýs að koma hér beina leið og sækja undanþáguna, hann hefði geta stofnað vantilega skúffufyrirtæki og farið einhverja eins og Magma gerði, það er nú eitt sem að þar fór maður bakdýrameinin og keypti upp hérna drjúgan hluta af orkunni á Reykjanesskaga, nokkuð sem við erum nú ekki búin að sjá fyrir endan á hvernig við ætlum að tryggja aftur eignarhald almennings, þjóðarinnar, samfélagsins á þessum sameiginlega, sem ég líti á sem sameiginlega eign okkar. Og mér finnst að núna eftir hrunið vera komin tími til að læra af reynslunni. Og ég vil gera það með þeim hætti hvað þetta mál snertir að vanda mig og skoða málið gaumgæfilega og hrapa ekki að niðurstöðu sem kynni að reynast óafturkræf. Hefur einhverja hugmynd tíma? Hvenær á að gefa svar? Nei, ég ætla bara að leggja áherslu á þessi vinnubrögð og síðan er hitt að ég var í miklu rólegri hvað allt þetta snertir ef við værum búin að taka löggjöfina sem snýr að nýtingu, eignarhald og nýtingu á auðlindum, vatninu, mikilvægustu auðlind 21. aldarinnar til rækilegrar endurskoðunar. Það finnst mér að eigi að vera númer 1, 2 og 3 að sameinast að setja það í forgang. Þannig að nú býðum við að sjá að hvaða niðurstöðu kemst. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir.